Góðan dag, kæru fundargestir. Við erum hér í Ráðhúsinu á Höfn að taka fyrir fund nr. 348 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar. Hann er hér með settur. Í dag sitja fundinn Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Guðrún Stefánía Voppfjörð Ingólfsdóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Sigurjón Andrésson og Jóna Benný Kristjánsdóttir og Arndís Lára Kolbrúndóttir. Nei, það er engin Jóna Benný Kristjánsdóttir og Arndís Lára Kolbrúndóttir og sem að rita fundargerð og hann Tjörfi tekur þetta allt saman upp og sendur út. Fyrsta mál á dagskránni í dag er fundur bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 347. Hann er hér lagður hér fram til umræðu og kynningar. Það kveður sig ekki ljós, þannig að við höldum áfram, þá förum við annað mál á dagskránni í dag. Það er fundur bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1213 og þar undir eru fundargerðir til staðfestingar. Það er velferðarnefnd nr. 49 og fundargerð stýrihóps íþróttahús nr. 12 og ásamt öðrum málum. Orðið laust, gjörðu svo vel. Stefánía er búin að setja réttu pend. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði að tala undir fundargerð velferðarnefndar en það er mál nr. 1, fjölmenningarleg inngilding ósk samstarf. Frambjóðendur KEX eru þessa dagana að heimsækja stofnanir og fyrirtæki og fengi að heyra minnst það oftar en einu sinni drifkraftinn sem nú ríkir yfir FAS. Það þurfa allir að leggjast á eitt með að koma FAS á þann stað sem hann á að vera og þar skiptir mestu að hafa drífandi einstakling við stýrið. Þetta tiltekna verkefni snýr að inngildingu íbúa af erlendu bergi brotnu en í vetur hefur FAS kennt íslensku fyrir erlenda íbúa og verður sá áfangi áfram kenndur næstu önn. Næsta skref í þessu ferli er það að skólinn vill bjóða upp á kennslu í fjölmenningar inngildingu. Er að ræða áfanga sem er sambland af íslensku og ensku þar sem umhverfið og samfélagið er nýtt sem kennsluefni. Fólk fær að kynnast samfélaginu í gegnum kennsluna, til dæmis með kynningum frá félagasamtökum og fyrirtækjum. Markmiðið er að aðstoða íbúa í að verða sjálfbær hluti af samfélaginu, fólki komi hingað, búi og vinni hér og séu virkir þáttakendur. Ég vona innilega af þessu verkefni verði og hlakka til að fylgjast áfram með öflugu starfi í FAS. Mér langaði síðan líka að tala undir lið 3 í fundargerð bæjarráðs en það eru framkvæmdir í Sindrabæ. Það er ánægjulegt að geta loksins klárað þessar áralöngu framkvæmdir og það sjáum við fyrir endan á því að klára endurbæturnar á Sindrabæ. Það styttist því í formlega opnun á húsinu en áætluð verklok að þessum hluta verksins er í lok júní. Síðan vildi ég minna tónleika sem eru í Sindrabæ annað kvöld en þar ætla Einar Ágúst og Gósarnir að syngja og spila fyrir gesti og ég hvet alla til þess að kaupa miða fyrr en síðar. Takk fyrir Stefánía. Við erum í fundargerð nr. 1213, bæjarráð Hornafjarðar. Orðið laust, gjörðu svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að taka til máls undir lið 1, það er velferðarnefnd og þar er liður 3 innan velferðarnefndar fundargerðarinnar. Það er endurnýjun jafnréttisáætlunar 2027 til 31. En núverandi áætlun gildir út árið 2026 og ber sveitarfélaginu að samþykkja nýja áætlun eigi síðar en ári eftir kosningar eða þá 16. maí 2027. Það standi 2026 hér í inngangnum, það er aðeins bara smá rugl en allt í lagi með það. En hér er kynnt fyrir hugðu vinna við endurnýjun jafnréttisáætlunar sveitarfélagsins. Hérna er lögð fram tímalína sem mig langar bara að vekja aðeins athygli á og gera smá athugasemd við. Það er verið áætla kynningu fyrir nefndum á ráðum í apríl og maí og að unnið sé að endurskoðun í sumar og síðan sé það plagg lagt fyrir nefndir í september. Mér finnst það gott og gilt að fá álitaplagginu á þessum tímapunkti hjá þeim nefndum sem eru að kveðja núna í lok þessa kjörtímabils
og hafa verið að vinna að málefnum sveitarfélagsins síðastliðin 4 ár. En hins vegar finnst mér að það þurfa að gefa nýrri velferðarnefnd og nefndum og ráðum, þetta er aðalega velferðarnefndinni nýju, tækifæri til þess að setja sig inn í málið og vinna að því áður en að það er farið að búið er að vinna málið mikið og að fara að leggja það fyrir strax í september eftir þessari tímaáætlun. Þannig að mér langar bara svona að það sé vakin athygli á þessu við starfsmenn, að þau veit að fólk er bara að vinna sína vinnu og er kannski ekki alveg með huga við það hvað er að gerast í hinu stóra samhengi, en það er bara mikilvægt að þeir sem að koma að þessu að þeir til framtíðar, að þeir bæði fái álit þeirra sem hafa verið að vinna málunum, en síðan fái að setja sitt mark á það sem að verður úr þessu öllu saman. Og ég held að veit ekki allavega eru framboðslistarnir sem hér í sveitarfélaginu allavega ekki með kynjajafnrétti mikið nema kannski helst einn. Takk fyrir Ásgerður. Við komum þessu áleiðis til viðkomandi starfsmanns. Orðið laust áfram, við erum í fundargerð bæjarráðs nr. 1213. Fleiri sem kveður sér til hljóðs? Svo er ekki, þá höldum við áfram. Þá förum við í fundargerð bæjarráðs nr. 1214. Og þar undir eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar, nr. 112, og svo nokkur önnur mál. Orðið er laust, fundargerð nr. 1214 og Eyrún gjörðu svo vel. Forseti, mig langaði að vekja athygli á máli nr. 6 í þessari fundargerð. Þar sem fjallað er ekruna. Á þessum fundi var samþykkt tilboð í verkið í ekrunni þar sem að unnið er að því að endurnýja eldhúsið og salinn. Verkið hefur nú þegar verið hafið og áætluð verklok eru 12. júní. Þetta er þó bara fyrsta skrefið í endurbótum á ekrunni, en á næsta ári er ætlað að fara í félagsaðstöðuna og allt þetta hefur verið unnið í mjög þéttu og góðu samtali á milli sveitarfélagsins, félags eldri Hornfirðinga, öldungaráðs og íbúa hússins. Þannig að ég ætla bara að fagna þessu skrefi á þessum nauðsynlegu viðbótum eða endurbótum í ekrunni og lýsa yfir ánægju með þetta. Takk. Takk fyrir Eyrún. Við erum í fundargerð bæjarráðs nr. 1214. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að tala hér mál nr. 8 í þessari fundargerð sem heitir samþykkt kjör fulltrúa sveitarfélagsins Hornafjarðar, og þar vil ég byrja á því að nota tækifærið hér að þakka sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs fyrir hennar vinnu í að koma með tillögur að breytingum og ábendingar það sem þarf að endurskoða og taka afstöðu til í þessari vinnu. Það er fjölmargt sem við höfum verið að ræða málið og svona við komið auga á ýmsa svona agnúa sem þarf að sníða af, en sviðsstjórinn hefur lagt í mikla vinnu við það að skoða hvernig hlutirnir eru annars staðar, öðru sveitarfélögum, og hvernig hvað við getum tekið okkur til fyrirmyndar. Og það hefur komið fram í þessar umræðu sem hefur verið nokkur sinnum hér í bæjarstjórn, og það getur verið erfitt að fjalla eigin launakjör, en það er líka gott að taka þetta núna og vanda til verka fyrir næstu bæjarstjórn. Og hér er verið að ræða laun allt frá því að vera í starfshóp og upp í bæjarstjórn, og það þarf að taka tillit til umfangsvinnu sem liggur að baki í nefndum og ráðum og einnig hlutverk formanna og almennra nefndarmanna. Við höfum rætt að það þurfa að hnykkja á hlutverkum formanna nefnda þar sem að þeir fá greidd hærri laun og eiga það að taka þátt í undirbúningi funda og eftirfylgd mála. Og það sé ágætt að taka inn í umræðuna líka bara erindisbréf nefndanna, hvort að það sé verið að ávarpa sérstaklega þar inni, og svo líka að skoða samþykktir sveitarfélagsins kannski í samhengi. Þá förum ekki að breyta þeim allavega, en að við höfum það til hliðsjónar í þessari vinnu. En í þessu samhengi þá vil ég enn einu sinni gera athugasemd við, það mál rati ekki alveg rétta leið til afgreiðslu.
Því að haldinn var fundur í almannavarnanefnd Hornafjarðar þann 3. desember 2025, en svo fundargerð hefur enn ekki verið tekin fyrir bæjarráðið og þá ekki bæjarstjórn heldur. En bara í ljósi tenging við þessi kjör, samþykktin kjör, þá má geta þess að kjörni fulltrúum greitt fyrir fundasetu samkvæmt framlögðum fundargerðum fyrir bæjarstjórn. Þannig að þeir kjörni fulltrúar sem eiga rétt á greiðslum samkvæmt samþykkt þessari hafa ekki fengið greitt fyrir fundasetuna 3. desember á síðasta ári. Að mínum mati ættu formenn bæði þá almannavarnanefndar og bæjarráðs að vera meðvitaðir að fundargerðin sem þó er komin á vef sveitarfélagsins hefur ekki fengið afgreiðslu með þeim áhrifum sem ég kom inn á og tengist á þessu máli samþykktanum. En samþykktin ennþá í vinnslu og ætla ekki að ræða neitt frekar innihald hennar á þessu stigi og bara margt sem við hefum eftir að taka afstöðu til og annað og læt þá staðan í hér. Takk fyrir, Ásgerður. Við erum í fundargerð 12.14. Orðið laust, gjörðu þess vel. Það kveður þessi engi hljós. Þá höldum við áfram. Þá förum við í fundargerð nr. 12.15, bæjarráð Hornafjarðar. Þar undir eru fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar ásamt þó nokkrum öðrum skemmtilegum málum. Og orðið laust, gjörðu svo vel, Hjördís og svo Eyrún, sýndist mér. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að vekja athygli hérna á máli nr. 8 undir þessari fundargerð. Krókheysisbíll, mjög þjált og gott orð, sem sagt tankbíll á íslensku. En hérna, mig langar að vekja athygli á endurnýjun sem við höfum ráðast í hjá slökkviliðinu í sveitarfélaginu okkar á þessu kjörtímabili. Í upphafi tímabils þá keyptum við glæsilegan fullbúinn slökkvibíl sem staðsettur hér á Höfn. Á þar síðasta ári keyptum við svo nýjan bíl sem staðsettur í Öræfum. Og nú stendur til að kaupa enn einn bíl sem einnig verður staðsettur í Öræfum. Þessi ökutæki sinna öll mismunandi hlutverkum og eru auðvitað mismunandi staðsett en eru gífurlega mikil bæting í því sem áður var. Og ég tel við að það væri best að bæjarstjórn myndi setja það í næstu fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 að kaupa enn einn bílinn sem þá samskonar á sá sem umræðir hér en sem þá staðsettur í þéttbýlinu. Þá erum við búin að gera miklar breytingar á þessum búnaði sem við þurfum að eiga. Það okkur mikið forgangsmál að hér séu allir öryggisinnviðir í lagi sem snúa að sveitarfélaginu og ekki síst þegar við eigum í samtali við ríkið þá þætti sem vantar upp á hjá þeim sem við erum stöðugt í og heldur tölum öll sömu rödd hér með það Og við verðum bara að halda þessari vinnu áfram og halda þessari vinnu á lofti. Takk fyrir, Hjördís. Eyrún, þú varst búin að gefa mig vink, var það ekki? Það rétt. Gjörðu svo vel, úrtið þitt. Forseti, mig langaði að taka til máls undir fyrsta lið fundargerðar atvinnu- og menningarmálanefndar sem fundargerðir Vatnajökulsþjóðgarðs, bæði svæðisráðs og svæðisstjórnar. Eðlilegt að málefni þjóðgarðsins séu í mikilli umræðu, hvað þá sérstaklega stuttu fyrir kosningar. Þannig að mig langaði kannski að fara yfir hvað hefur gerst á vettvangi þjóðgarðsins síðan að ég stóð hér síðast fyrir mánuði. Við héldum staðfund á Kirkjubæjarklaustri fyrir ekki löngu síðan, þar sem að tekið var fyrsta skref í endurskoðun atvinnustefnu þjóðgarðsins. Lengi hefur verið talað að nauðsynlegt sé að taka upp atvinnustefnuna svo hún þjóni tilgangi sínum, að hún virki, sé hægt að nota hana sem stjórntæki og hún þjóni hagsmunum nærsamfélagsins. Ég held að þessi fundur sem við áttum á Kirkjubæjarklaustri sé fyrsta skrefið í þeirri átt. Markmiðið með atvinnustefnunni að vissulega sé skýr rammi sem eigi við allan þjóðgarðinn en hins vegar fái svo hvert svæði
að þróast og þróskast á sínum forsendum og í þéttu samtali við svæðisráð og sitt nærsamfélag. Með þessari vinnu held ég að við séum loksins kannski að ná að beita atvinnustefnunni sem því stjórntæki sem henni er ætlað að vera og þannig að við getum raunverulega stutt við öll markmið þjóðgarðsins jákvæð áhrif á samfélagið sitt. Þessi endurskoðun er þó bara rétt komin á stað en ég þykist þó fullviss að allir sem komi að henni með einum eða öðrum hætti skilji mikilvægi þess að hún sé unnin vel og vandlega í þéttu samráði. Þannig að ég hlakka til að upplýsa ykkur næstu skref en langaði ekki að tekla þessu hér. Mér langaði líka að fjalla mál sem var á dagskránni sem varðaði nemendagarða. Talandi drifkraftinn sem ríkir yfir FAS núna, þá var þetta eitt gott dæmi það. Fengum inn einsemt erindi annars vegar frá framhaldsskólanum og með stuðningi Rannsóknarseturs Háskóla Íslands sem er staðsett mögulegt samstarf uppbyggingu nemendagarða. Ég held að það sé enginn hér í þessu samfélagi sem sé ósammála því að nemendagarðar fyrir framhaldsskólan yrði okkar mesta heillaskref. Þar myndi skólinn raunverulega þjóna samfélaginu öllu, sveitarfélaginu, jafnvel öðrum þéttbýliskjörnum og íbúum og myndi raunverulega verða sterka menntastofnunin sem við þurfum hér á þessum landshluta. Því að eins og við vitum þá er langt í aðrar stofnanir. Þannig að ég vona að hér sé bara pínu þverpólitísk sátt það að þetta sé gott skref og þarna sé góður vettvangur til þess að vinna að hagsmunum skólans sem að vissulega á forræði ríkisins en sveitarfélagi getur þó komið inn og eflt skólan til þess að hann sé þessi raunverulega grunnstoð sem við vitum að hann er fyrir samfélag okkar. Takk. Takk fyrir Eyrún. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Við erum í fundargerð númer 1215. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að taka boltan frá niður Hjördísi í lið 8, krókheisis-bíll, tankbíll. Þetta er ábyggilega mjög flottur bíll, mjög erfitt og óþjált orð en uppáhaldsbíllinn minn held ég hreinlega bara að verða. En sko ég vil ræða þetta mál aðeins í tengslum við kannski fundargerð almannavarnanefndar sem ég nefndi hér áðan. Þar var verið að ræða björgunarmiðstöð í Öræfum og það var hefur verið svolítið í umræðinni og fulltrúi frá SAS var fengið til þess að gera þarfagreiningu á því hvað stofnanir ríkisins, hvað sveitarfélagið og aðrir þyrftu í svona hús, björgunarmiðstöð í Öræfum. Það hefur verið talað að taka samtali við nærumhverfið, Öræfinga, hvernig þeir sjá þetta fyrir sér annað slíkt. Því sem best veit er það samtali ekki farið af stað. En ég velti fyrir mér því að nú fór í þessa þarfagreiningu hjá SAS fyrir nokkrum mánuðum síðan. En þetta mál hefur verið í umræðinu sérstaklega þegar það hafa verið gestir að ítreka það, gestir gagnvart ríkinu að þeir komið að þessu máli. En við kjörnir fulltrúar höfum ekkert séð málið svo síðustu mánuðina. Þannig ég bara velti fyrir mér hvort að það sé hvar vinnan er stödd hjá SAS, fulltrúarnir sem er að vinna hjá SAS, og hvort að eitthvað hafi komið hér inn það og hvort að það sé eitthvað væntanlegt. Því að nú erum við bara alveg að renna út á tíma með það að allavega fá þetta eitthvað til umræðu í þessari bæjarstjórn. En ég held að það sé líka bara ágætt inn í samfélagið að fá að vita hvað er búið að gera og hvar staðan er. Þannig að því að fá svona bíl í Öræfin, það þýðir að það þarf að hýsa hann. Og eftir því sem að ég best veit og skynja að þá er ekki pláss í dag. Þannig að við getum keypt græður og annað en við þurfum að koma í fyrir. Þannig að hvar verður þessi nýji bíl ef að verður? Takk fyrir Ásgerður. Sigrún, með einhver svör með reiðahöndum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
hvar verður bíllinn, hinn tankbíllinn nú inn í Káraskjóli og hefur verið þar og ég veit ekki betur en að þessi fari þá þangað núna, en við vitum öll að aðstæðan þar ekki nægilega góð. Þess vegna höfum við verið svona að reyna að koma því áfram að byggja björgunarmiðstöð og það hefur verið sátt það hérna í samfélaginu að það sé mikið nauðsyn á því. Nú þarfagreiningin langt komin hjá SAS og okkur eins og Ásgerður sagði. Næsta skref vissulega að taka samtal við nærsamfélagið í Öræfum og jafnvel Suðursveit líka og fá upp hvaða staðsetning hentugust fyrir svona. En síðan þurfum við að fara með málið til stjórnvalda og finna út úr því með viðeigandi þá ráðuneytum og stofnunum með hvaða hætti hægt að fara í það að reisa húsið, hvort sem að það verður þá í áföngum eða hvað. Og ég vonast til þess að næsta bæjarstjórn taki málið. Þetta klárast nú ekki hjá okkur fyrir kosningar þetta mál, en að málið verði þá komið lengra á veg þannig að næsta bæjarstjórn geti fylgt í eftir af krafti. En það nauðsyn á öflugra öryggisviðbragði í Öræfum. Við vitum það öll. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Orðið laust. Áfram, gjörðu svo vel. Við erum í fundi 12:15. Það getur sér ekki hljós. Þá höldum við áfram. Þá fyrir við hér í 5. lið á dagskránni í dag. Það aðalskipulagsbreyting vegna uppbyggingu miðbæjar á Höfn, en tekinni fyrir tillaga að breytingu aðalskipulagi vegna hóteláforma við smábátahöfnina. Samkvæmt tillögu stækkar miðsvæði niður á hafnarsvæði á milli pakkhús og bátstanga til að rúma þar ferðaþjónustu í samspili við hafnarstarfsemi. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það er sengi hljós. Því legg ég til að breytingin fari inn í heildarendurskoðun aðalskipulags. Þeir sem eru því sammála vinslega skeiða merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í skemmtilega talnarunu. Það er 6. liður á dagskrá. Það er endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins Hornafjarðar. En lögð fram tillaga að aðalskipulagi sveitarfélagsins Hornafjarðar árið 2025 til 2040. Dagsett 9.4.2026 sem samanstendur á þessum skjölum. Skipulagsgreinargerð númer A1609-180-U06 með sýnilegum breytingum eftir umsögn Skipulagsstofnunar. Forsendu- og umhverfismatsskýrsla númer A1609-179-U06 með sýnilegum breytingum eftir umsögn Skipulagsstofnunar. Skipulagsuppdráttur 1 Öræfi, hann er númer A1609-181-U02. Skipulagsuppdráttur 2, það er Suðursveit og Mýrar, hann er númer A1609-182-U02. Skipulagsuppdráttur 3, það er Nes og Lón, hann er númer A1609-183-U02 og það er þá skipulagsuppdráttur 4, það er Höfn og Nesjahverfi sem er númer A1609-184-U02 og skipulagsuppdráttur númer 5, það er Fjalllendi, hann er númer A1609-185-U02 og þemauppdráttur náttúruvernd er númerið A1609-186-U02. Einnig liggur fyrir aðalskipulagsvefsjá á vefnum sem ber geo.alta.is /Hornafjörður/ask/ sem sýnir landnotkunarreiti tillögunnar í samhengi við ýmis grunngögn. Nú er orðið laust, gjörðu svo vel, aðalskipulag sveitarfélagsins
fyrir árið 2025-2040. Björgvin. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég vil bara nota tækifærið og hvetja okkur öll og alla íbúa sveitarfélagsins að kynna sér vel breytingarnar á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem liggur hér til samþykktar að senda í almenna auglýsingu. Aðalskipulagið er jú stefnu okkar varðar landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál til næstu 12 ára hið minnsta. Þetta er því mjög mikilvæg stefna sem við erum að setja okkur til næstu ára og er eitt af lögbundnu verkefni sveitarfélaga. En svo sem dæmi má nefna verið að gera tillögu að fjölgun gistirúma rétt tæplega 1000 rúm í dreifbýlinu ein og sér og eru þau þá orðin tæplega 3500 fleiri en fjöldi gesta samkvæmt gildandi gistileyfum. Það er auðvitað töluverð breyting miðað við núverandi ástand en sirka 20% aukning miðað við gildandi heimildir í aðalskipulagi. Og einnig er verið að gera breytingu vegna uppbyggingar á miðbænum á Höfn, eins og kom fram í máli Gauta hér á undan. En auðvitað er margt þeirra sem heimildir fyrir að breyta með þessu aðalskipulagi. En eins og þú segir, vil ég bara hvetja alla íbúa sveitarfélagsins til að kynna sér vel aðalskipulagið á næstkomandi vikum á meðan auglýsingin í gildi og sendinni athugasemdir en þeir finnst ástæða til. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Ég tek heilshugar undir þetta. Hvet fólk til þess að kynna sér þessa aðalskipulagsbreytingu öllu saman, þetta nýja aðalskipulag og koma með þær tillögur að breytingu eða athugasemdir sem við viljum að leggja fram. En orðið er áfram laust, gjörið svo vel. Það kveður svo engi frekar hljóðs. Því leggir til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa framlagða tillögu í samræmi við 31. grein skipulagslaga og 15. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana. Þeir sem eru þessu samþykkir vinna skeiðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við hér í 7. lið á dagskránni í dag en það er samþykkt meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Hornafirði. En samþykkt meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Hornafirði 2026 er lögð fram hér til samþykktar. Ég gef hér orðið laust ef einhver vill tjá sig sorp. Það kveður sér engi hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki framlagða samþykkt. Þeir sem eru henni samþykki vinna skeiðamerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Nú þá fyrir við hér í lið númer 8 á dagskránni í dag. Það er breyting á deiluskipulagi miðsvæðis. En tekin er fyrir tillaga að breytingu á deiluskipulagi miðsvæðis, skóla og íþróttasvæði. Breytingi felur í sér að lóðin Hafnabraut 40B er tekin út og breytingin hefur verið í kynningu en engar athugasemdir voru gerðar. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður svo engi hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að senda Skipulagsstofnun breytinguna og birta auglýsingu gildistöku hennar í B-deild stjórnartíðinda í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykkir vinna skeiðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 9. liður á dagskrá, það er fyrirspurn til umhverfis- og skipulagsnefndar Hafnarbraut 13 atvinnuhúsnæði. Tekin er fyrir umsókn byggingu við Hafnarbraut 13 á Höfn. Áformin hafa verið grenndarkynnt og engar athugasemdir bárust. Orðið laust, gjörið svo vel. Það kveður svo engi hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að gefið verði út byggingarleyfi í samræmi við 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykki vinna skeiðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Nú þá fyrir við hér í 10. lið á dagskránni í dag. Það er byggingarleyfis umsókn Mjóa Torfa íbúðarhús. En tekinni fyrir umsókn Hafdísar S. Róisdóttur leyfi til byggingaframkvæmda að Mjóu Torfu í Öræfum. Fyrirhugað er að reisa íbúðarhús. Ekki er til gildandi
deiliskipulag fyrir svæðið en samkvæmt aðalskipulagi er svæðið á landbúnaðarsvæði. Grenndarkynning hefur farið fram og engar athugasemdir bárust. Orðið laust fyrir svör. Guðsengilhjós, því leggir til að bæjarstjórn gefi út byggingarleyfi í samræmi við bæjarstjórn samþykki að gefi verið út byggingarleyfi í samræmi við 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykki við satt gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 11. lið á dagskránni í dag. Það er umsókn um framkvæmdaleyfi í Lóni. Það er plæging á háspennustreng en framkvæmdaleyfisumsókn RARIK er tekin hér fyrir. Samkvæmt umsókn á að plægja 19 kW háspennustreng inn í Staðarfellsfjöll og frá Brekku og að Aðalbóli. Einnig frá Reyðará að Holti. Stofnstrengur verður plægður frá Brekku að Aðalbóli og hjálparstrengir út frá honum. Uppsetning spennustöða, háspennu tengiskápa og rofahúsa á þeirri sömu leið. Heildarlengd plægingarleiða er 20 km og er gert ráð fyrir að setja 13 jarðspennustöðvar, 2 háspennu tengiskápa sem og 2 rofahús. Orðið laust fyrir svör. Enginn tjá sig frekar meira stuð í Lóni. Því leggir til að gefur út framkvæmdaleyfi í samræmi við 11. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772 frá árinu 2012. Þeir sem eru þessu samþykki vinsast geðmerki. Samþykkt með 7. Þá förum við í lið nr. 12 á dagskránni í dag. Það er landeignarskrá, Sandfell, umsókn staðfestingu merkjalýsingar M003575, _2026030047. Lagt er fram erindi þar sem óskað er eftir staðfestingu sveitarfélagsins á merkjalýsingu fyrir Sandfell, þar sem gert er ráð fyrir uppskiptingu landeignar. Orðið laust fyrir svör. Guðsengilhjós. Því leggir til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu og að stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samkvæmt 6. grein jarðarlaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykki vinsast geðmerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 13. liðinn í dagskránni í dag. Það er umsókn iðnaðarlóð við Ófeigstanga. En Guðni Þór Valþórsson sækir lóðina Ófeigstanga 6. Umsækjandi hefur ekki áform að byggja lóðinni, heldur nota hana sem geymslulóð fyrir tæki og búnað sem fylgir starfsemi hans og hans fyrirtæki. Orðið laust fyrir svör. Takk fyrir þessu hengi hljós. Því leggir til að bæjarstjórn samþykki lóðaúthlutunina. Þeir sem eru því samþykki vinsast geðmerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 14. liðinn í dag. Það er húsnæðisáætlun sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2026. En húsnæðisáætlun fyrir árið 2026 er hér lögð fram til samþykktar. Hér gef ég orðið laust húsnæðisáætlun fyrir árið 2026. Takk fyrir þessu hengi hljós. Því leggir til að bæjarstjórn samþykki húsnæðisáætlun fyrir árið 2026. Þeir sem eru henni samþykkir vinsast geðmerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þetta var alveg afgreitt á mettíma. En fleira er ekki á dagskránni hjá okkur í dag. Hugtum öll. Skoppað hérna út í sólina, fagnað vorinu og fuglunum. Og slít ég hér fundi þar með. Takk fyrir.